Góðan daginn, ég heiti Ásdís Ósk Valsdóttir og löggilt fasteignasali. Ég á fasteignasalinn Húsaskjól sem ég stofnaði 2010 og ennþá eini eigandi fyrirtækisins. Ég ætla að fara í gegnum þetta með ykkur, hvað maður þarf að gera til að ná árangri í starfi. Ég er búin að vera löggiltur fasteignasali 18 ár og bara í raun og veru mistökin sem ég hef gert og hvað ég hef lært, hvað er gott að gera og kostur og gallar. Og einnig ætla ég að fara aðeins yfir áætlanagerð og hvernig ég set með markmið og hvernig ég næ þeim. Þannig að ég ætla aðeins að kannski byrja á bara grunninum, hver er ég? Ég fæddist á Dalvík 1969, þannig ég er 52 ára gömul. Ég ólst þar upp í 16 ár og síðan lá leið mín í Menntaskólann á Akureyri þar sem ég útskrifast 4 árum seinna, 1989. Þá var ég nú ekki alveg búin að ákveða hvað ég ætlaði að gera þegar ég yrði stór og ég og vinkona mín Rebekka, við ákveðum að það væri best að lifa lífinu aðeins áður við yrðum og gamlar. Enda þú veist, tvítugur, krakkar eru náttúrulega komnir alveg á síðasta séns. Við keyptum okkur ferð með ferðaskipstjóra stúdenta til Suður-Ameríku með fyrirtæki sem heitir Encounter Overland. Þetta var 9 vikna ferð sem byrjaði í Quito, Ecuador og kláraði í Rio de Janeiro á kjötkveðhátíðinni í Brasilíu. Við fórum með hóp af fólki út allan heim og þetta var ofsalega skemmtilegt. Við ferðumst í trukk og sváfum í tjöldum og þetta var upplifun, þetta var önnur utanlandsferðin mín á ævinni. Þannig að þetta var í þá daga þar sem var ekkert internet og það var ekki snjallsímar og það var ekki neitt. Þannig að við áttum okkur því að þetta var gífurlega skemmtilegt og mikil upplifun. Þannig að við vorum ekki alveg tilbúin að fara heim þegar ferðin lauk í maí. Við vorum útgefin farsel, þetta var þegar farselir voru prentaðir út og þú máttir ekki týna þeim því þá komst ekki heim og hann gilti til maí. Þannig að við erum tvítugar, ég hringi í foreldra mína í Manaus í miðjum Amazon og segi, heyrðu, meðan ég man, tíkallir síminn, meðan ég man, ég er ekki komið heim í febrúar, ég ætla að ferðast aðeins lengur og við ætlum að fara áfram ég og Rebekka. Foreldrum mínum fannst þetta ekki góð hugmynd en það er ekkert hægt að gera. Þannig að við héldum áfram, fórum frá Brasilíu yfir til Argentínu, Chile, Bolívíu, Paraguay og síðan aftur til Brasilíu. Þetta var ekki alveg hnökralaust ferðalag, þannig að við vorum á lestastöðinni eða rútustöðinni í Rio de Janeiro og Rebekka vinkona mín er með bakpoka, ég breiði mér aðeins frá og þegar ég kem tilbaka þá sé ég ekki bakpokan. Og ég svona, þetta er lítil taska og ég segi, hver er taskan? Og hún segi, já, þú fórst með taskan og hún var eitthvað svona 5 mínútur og þá myndi hún að einhverju menn hefði stoppað beðan hvað klukkan væri og fengi bakpokann lánaðan. Í honum var vegabréfið mitt, vísakortið mitt, myndavél og fleira og þú náttúrulega ferð ekki langt á því að vera ekki með vegabréf. Þannig að við fyrir aftur inn í bæinn, ég hringi í konsulatið sem var finnska sendiráð og segi, heyrðu, mér vantar nýtt vegabréf, það er búið að stela mig, eða mínu var stolið. Og þeir segi, já, við erum með það. Og ég segi, nei, því var stolið hérna á rútustöðinni, já, við erum með það, komdu bara og sagtu það. Eftir smá svona fram og tilbaka og ég sagði, þeir skilja bara ekki orðið ensku þessar menn, fer ég niður yfir og fæ bara vísakortið mitt og vegabréfið. Þá hafði bara einhver fundið það á förnum vegi og fannst tilvæglega að skila. Þetta var fyrir gósentíð Íslands, það vissi enginn hvað þetta var, en einhverju þetta vegna funduður þetta, þannig að við gátum haldið fyrir okkar áfram. Síðan þegar við erum búin að ferðast þarna 2 stelpur, þá kem ég heim og ég hugsaði, ég er ekki alveg tilbúin að fara að lifa lífinu eins og venjulegt fólk, þannig að ég vann í nokkra mánuði, réð mig síðan sem au pair til New York og var þar í 1 ár hjá dásamlegri fjölskyldu. Kem heim og ég hugsaði, ég er ekki alveg tilbúin ennþá í þetta. Þannig að ég vinn í smá tíma og fer sem skiptir til Honduras. Ég er að vinna á mannréttindaskrifstofu og ég er að vinna á munaðarleysingjahæli sem passaði svolítið því ég var pínu munaðarlaus á tímabili og þetta var svolítið kannski flippað að ég fer bara á þetta munaðarleysingjahæli, það er mikið af börnum, ég talaði ekki staktor í spænsku og fyrsta kvöldið þá fara allir ég skilin eftir til að koma öllum börnunum í ró. Og ég hugsaði bara, ok, það er bara djúpulögin, ég verð að henda mér í þetta. Og ég tek eitt krakkan og ég byrja að klæða náttútt, hann er mjög ósamlítiður og ég bara ræðist ekkert við hann. Þannig ég er að vera þreytt, þá segir einn stelpan við mig, Mira, señora, él es el hijo de la cocinera. Og ef þið tala ekki spænsku, þá er þetta nákvæmlega upplifun sem ég hafði líka. En á endan skildi ég að þetta var sonur kokksins og hann var eini krakki sem átti að fara heim. Þannig eftir smá hnökra þá gekk þetta snurt
Og síðan fór ég að vinna mannréttindaskrifstofu og það stórkostleg upplifun að fá að vera í Suður- Mið-Ameríku og fá að prófa að vera að sjá mannréttindabrot og allt þetta svolítið mótaði hver ég var og minna réttlætiskennd eiginlega í framtíðinni. Þannig að 3 ár og ég var ekki alveg tilbúin ennþá, þannig ég ákvað bara að halda áfram að ferðast en fólkin heima fannst þetta orðið svolítið óvært. Þannig að ég var svona spurð hvort ég ætlaði ekki að fara að gera eitthvað skynsamlegt. Og ég hugsaði, ok, verð nú góð. Fer og skráði mig í spænsku í háskólan, því nú talaði ég brennandi spænsku. Og skráði mig í háskólan, taka eina önn, svo fer ég til Afríku. Hitti manni minn, sem í dag er fyrirverandi maðurinn minn, á háskólaballi og eins og ég segi, korter seinna þá ég bara allt í einu gift með 3 börn. En svona gerist lífið. Þú ert með plön og það gerist eitthvað sem að gjörbreytir planinu. En það er að skemmtilega við það. Ég fór síðan og kláraði háskólann, kláraði sem sagt spænskuna og tók 2 ár í spænsku og 1 ár sagnfræði, útskrifaðist með BA-gráðu og skírði fyrsta barnið mitt sama dag. Og síðan lá leið mín að vinna á skrifstofunni hjá Delta sem síðan var Actavis. Það fannst mér ekki alveg nógu krefjandi en það sem truflaði mig kannski meira var að maðurinn minn sem var með jafnlang háskólagráðu nema hann var tölvunarfræðingur, hann borgaði meiri skatta en ég fikk útborgað og ég sagði, ég er ekki alveg að höndla þetta, þannig að ég skráði mig í kerfisfræði. Þar ég með 2 ára gamalt barn og fer og skráði mig í kerfisfræði og klára kerfisfræðina, útskrifast sem kerfisfræðingur og fer að vinna sem verkefnisstjóri hjá EDS sem í dag er Advania. Það var frábær tími í 3 ár. Ég fór í fæðingarorlof 2002, átti mitt annað barn þá og þá hrundi tölvuheimurinn. Ég veit ekki, það er allir búin að gleyma sem þeir sem voru tölvufræðingar á þessum tíma, en þetta var, sem sagt, netbóluhrunið var 2002 minni mig og þegar ég kem tilbaka á fæðingarorlofi þá missi ég vinnuna. Og það var enginn að ráða tölvufræðinga. Það var bara, þú gast ekki fengið vinnu. Og þetta var eiginlega pínu sjokk, fyrsta skipti sem að ég missti vinnu. Og ég er svona pínu, ég veit ekki alveg hvað að gera, ég er að sækja vinnur og ekkert gerist. Og þá var mér boðið á námskeið hjá Brian Tracy, bandarísku fyrirlesari. Og hann er svolítið mikið fyrir það að setja sér markmið og svona fókusera og eitt og annað. Og ég, ok, get ekki tapað þetta námskeið á frítt. Þannig ég fer á námskeiðið og hann er rosalega mikið að tala sölumenn, fasteignasala og ég sagði, ég er ekki alveg að tengja. Ég er ekki sölumaður, aldrei fasteignasali, það er sko ekki verið að gerast. Og ég þú veist, ég er IT-manneskja. Og hann var ekki að tala IT, þannig að ég svona, en talaði mikið markmið og ég var svona, ég var svona fíla svona markmiðsetningar og ég fer heim og ég skrifa niður 10 markmið sem voru stjarnfræðilega, sko, þau voru eiginlega ómöguleg. Á þeim tíma sem ég skrifaði þá var ég atvinnulaus, ekkert að gerast og ég man að þetta er 2003. 2004, þegar ég og maðurinn minn flytjum í einbýlishúsið okkar, þá finn ég þennan miða í skúffu og í því stóð bara hvað ég ætlaði að þéna mikið og ég ætlaði að búa í einbýlishúsi. Sem að því hugsaði sko, þetta svona sýndi mér svolítið þegar þú setur fókusinn og orkuna í eitthvað, það er alveg ótrúlegt hvað þú getur náð miklum árangri. Stuttu seinna þá sé ég auglýsingu frá Remax. Remax er ný fasteignasalukeðja á Íslandi og þeir segja eitthvað svona stefnur hærra eða viltu verða ein hærra, ég man ekki alveg, það var eitthvað svona sem kveikti í mér og ég sagði, akkur ekki, ég hef engu að tapa, ég er atvinnulaus, ég hef engu að tapa, þannig ég fór bara að las glósinu Brian Tracy og ég setti mér markmið. Ég hugsaði bara, það er bara, ég er óskrifað blað, ég get gert hvað sem ég vil. Þannig ég ákvað að verða bara, setja mér 1 markmið og markmiðið var, ég ætla að vera söluhæst hjá Remax. Punktur. Bara á Íslandi. Það er aðeins stærri upphæðir að glíma við í Bandaríkjunum þannig að á Íslandi, það var mjög skýrt. Ég fer og ég fæ vinnu og ég byrja í júní 2003. Byrja ég að vinna á fasteignasölu. Síðan 2004, 2005 og 2006 þá var ég söluhæst á Íslandi. Og það er eiginlega sko, ég er rosalega mikið fyrir það að setja mig markmið og plön hvernig ég get náð þeim. Ég búta þau niður vegna þess að það er miklu auðveldara að setja litla bita heldur en að fara og til dæmis ef þú ert hlaupari og ætlar að hlaupa
Ég hef hlaupið mest 32 km í Jökulsárhlaupinu og ég hugsa aldrei, ég er að fara að hlaupa 32 km. Ég ná mest hlaupið 25. Ég hugsaði bara, línan hérna, við þurfum að ná 20 km. Og ég ætla að fara þangað, þannig að ég sé alltaf að þetta er svo borðað bíl. Bútaðinu er markmið og það gengur miklu, miklu betur. Og þannig í raun og veru, ég hef sagt oft, það var mín mesta gæfa að missa vinnuna. Vegna þess að þegar þú missir vinnuna, þér sagt upp, þá einhvern veginn eru allar dyr opnar. Þú útilokar ekki neitt. Ég hefði aldrei sagt upp vinnu sem verkefnastjóri í tölvubransanum til að prófa að gerast sölumar á fasteignarsölu. Það hefði bara ekki eins og hvarflað að mér og fólk hefði bara talað mig ofan að því. En í staðinn þá er ég búin að vera á fasteignarsali í 18 ár. Þetta er ástríðan mín, ég elska þessa vinnu og það er alltaf eitthvað nýtt, það er alltaf eitthvað fjölbreytilegt, þannig að já, fyrir mig að missa vinnuna, það var það besta, það var mín mesta gæfa að fá tækifæri til að skrifa nýtt blað. Remax var líka ofsalega skemmtilegt fyrirtæki. Það var nýtt, það var lifandi, það sótti alla sín aðferðafræði til Bandaríkjanna, þannig þau voru með fullt af nýjum nálgunum. Það var til dæmis, þau voru fyrst með opin hús, við vorum fyrst með upplýsingabæklinga og við vorum hvött til að prófa okkur áfram í markasetningu og þjónustu. Það var í raun og veru bara, við fengum rosalega frjálsar hendur þegar sneri að þjónustunni og við gátum endalaust verið að testa og prófa, sumt virkaði, sumt var alveg glatað og stundum tapaði maður fullt af peningum af því maður hélt að maður væri með einhverja frábær hugmynd sem síðan var alls ekki að virka. En við fengum að prófa og það skipti svo miklu máli. Remax þeir útveguðu erlenda þjálfara og hefðu aðgengi að mjög miklu fræðsluefni og ég man eftir einu sem kom því á nýbyrjuð og hann var svolítið að pressa á okkur, setja okkur markmið og ég skrifaði niður mín markmið og það lása allir upp sín markmið og mín voru svo svakalega háleit að ég ákvað bara að halda þeim fyrir mig. Stundum þegar maður setur svo háleit markmið þá kannski vill maður ekki deila þeim vegna þess að ef þú ferð út fyrir þægindarammann hjá öðrum þá ertu skotið niður. Það er, þú veist, fólk útskýrir fyrir af hverju þið ekki raunhæft og af hverju ættir ekki að gera þetta og af hverju ættir að hafa þetta aðeins minna og lækka kannski aðeins standardinn og væntingarnar svo verður ekki fyrir vonbrigði. Það er bara rosalega mikilvægt að muna að þú stjórnar þínu lífi og þú getur alltaf sett eins mikil markmið og háleit og þú vilt. Það er undir þér komið að ná þeim. Og hann sett okkur fyrir verkefni sem ég fannst alveg rosalega erfitt og ég einhvern veginn treysti mér ekki í þetta og hann sagði að verkefni var láttu eina ókunna manneski fá nafnspjaldið í dag og ég sagði bara fyllingin nafnspjaldið mitt, það er enginn sem er að fara að taka við nafnspjaldinu mínu, ég er frá að tróða þessu upp á fólk þannig að, en ég var bíllaus þennan dag og ég tek leigubíl og svo hugsaði bara ok, ég verð spurð morgun Ásdís hvernig gekk að gefa þetta nafnspjald og ég er svona, ég er fyrirmyndanemandi, ég ger alltaf verkefni mín þannig ég bara í lokin þá bara mannaði ég mig upp í það að ég segi við leigubílstjórann herri já og meina mann, ef þú ert í fasteignahugleiðingum þannig spjaldið mitt ef þú þarft eitthvað einhver aðstæð að halda, endilega hringdu í mig og svo bara ekkert meira mörgum mánuðum seinna fæ ég símtal frá konu og hún segir ég sé út með þessa eign á sölu, hún er á mörgum stöðum, það er á meðal hjá mér og hún segir ég myndi vilja fá skoðana. Ástæðan fyrir því að ég hringi þig en ekki hina fasteignasalana er að því maðurinn minn er leigubílstjóri og þú gafst hún spjaldið fyrir mörgum mánuðum og setti hann á ísskáp og þau keyptu húsið, ég tók íbúðina þeirra í sölu, ég seldi hana, þau sem keyptu hana áttu raðhús og ég seldi það raðhús. Þannig að bara með því að fara og gera eitthvað út fyrir þægindarammann þá náði ég einhvern veginn svo stórkostlegum árangri, ég hefði aldrei trúað því að eitt nafnspjald gæti leitt til svona mikils árangurs. Þannig að ég setti mér strax markmið þegar ég byrjaði á Remax hver ég vildi vera og minn fókus var ég vil vera með mikla þjónustu, ég vil veita viðskiptavinum mínum mikið aðgengi að mér, ég vil ekki vera með alla, ég þarf ekki alla viðskiptavina, ég vil fáa og þá sem að við náum vel saman vegna þess að þegar þú ert í þjónustu þá skiptir svo miklu máli eitthvað líki við hvort annað, ég sé alltaf að það sé rétt kemistri á milli. Það er svolítið eins og bara date, þér verður að líka vel við viðskiptavina þína.
Þannig ég setti mig strax markmið, ég ætla að vera með háa þjónustu og vera með færri viðskiptavini. Og mín gildi voru, ég ætla að veita þér sömu þjónustu og ég sjálf myndi vilja fá. Þannig að það er svolítið gaman að segja frá því að það fannst voða fáum, þetta var góð hugmynd að ég myndi prófa þetta. En hérna ég 18 árum seinna og ég elska starfið mitt, þannig að mögulega hef ég verið á réttri hillu. Og það sem að við notum oft, við segjum alltaf, hver þinn avatar? Þú raun og veru teiknar upp viðskiptavininn sem þú vilt þjónusta. Og það fer algjörlega eftir í hvaða bransa þú ert, hvaða þjónustu og hvernig viðskiptavinn þú ert að fá. En leið þú búin að teikna viðskiptavinnin, þá sérð hann í allt annarri mynd. Þannig að þú ert ekki bara að þjónusta einhvern, þú ert búin að skilgreina þessa típu af viðskiptavinnum. Og það gerir að verkum það alltaf miklu auðveldara að nálgast á. Þegar ég var að byrja, þá voru ekki snjallsímar, það var varla internet og það voru engin podcast, það voru engar hljóðbækur, það voru engin samfélagsmiðlar, þannig að þetta var allt svolítið, það var engin vídeóupptökur, það var ekki neitt, engin Zoom-fundir. Og þannig að við þurftum svolítið að vera að vinna allt frá grunni og ég man til dæmis ef maður var að sækja gögn og þurfti maður að senda fax til sýslumannsins og maður fékk 2-3 dögum seinna þegar það var búið að ljósrita. Kannski eignaskiptasamningar sem voru bara, 150 blaðsíður og hver blaðsíða kostaði alveg helling. Þannig að þetta voru svolítið dýr gögn og við vorum með fæla fyrir eignina, það voru bara svona, þetta voru mjög stórir fælar og þetta var rosalega mikið umstang og það er svo gaman að því hvað þetta þróast svaklega mikið og bara síðustu 2 árum hefur verið meiri þróun en hreinlega síðustu 16 ár. Þannig að ég segi alltaf vertu með skýra stefnu. Hvernig þjónustu viltu veita, hvernig viðskiptavini viltu hafa og svo framvegis. Og það sem að ég fekk líka hjá Remax er að þeir voru með ráðstefnur. Þannig að maður var að fara erlendis á ráðstefnur, maður var að búa til tengslannet og maður fekk tækifæri sem að í raun og veru ég hefði aldrei fengið nema því að ég var í þessari bandarísku keðju. Og verandi sögulegasta Íslandi þá fekk ég alls konar mjög búið til Grikklands að halda fyrirlestur hvernig ána árangri í fasteignaviðskiptum. Ég var í blaðaviðtölum, ég var í sjónvarpsviðtölum. Fyrsta sjónvarpsviðtalið sem ég tek á ævinni, það var á ensku bara fasteignamarkaðinn í Íslandi og ég hef það fyrir reglu, ég segi alltaf já af því þú veist aldrei hvert það leiðir þig en ég get alveg sagt ykkur það að ég var með andnauð daginn áður, ég svaf ekki af því mér fannst þetta að vera það hræðilegasta sem ég gæti gert. Og það skiptir líka rosalega miklu máli að vera með skýra framtíðarsýn. Ekki vera fálm í myrkrinu, ekki bara fara á stað og láta þetta bara svona malla. Heldur bara, hvar viltu vera eftir 5 ár? Hvar viltu vera eftir 10 ár? Og það sem að skiptir raun og miklu meira máli, það er lífsplanið. Það er ég segi alltaf í raun og veru, lífið er svona þríhyrningur. Get ekki tekið þríhyrning. Og þetta eru 3 þættir sem þurfa að vera í lagi. Það er heilsa og hamingja, það er einkalífið, það er fjölskyldan, vinir og hobbíin og allt það. Og síðan er það fyrirtæki og fjármálin. Ég set fyrirtæki og fjármál saman því ég vil koma peningarnir út úr vinnunni. Og það skiptir svo miklu máli að þessir 3 þættir séu í jafnvægi. Hjá mér var þetta svolítið þannig að ég vann ofsalega mikið árin hjá Remax. Og þau eru svona pínuð í þoku, það var ekkert plan. Ég setti mér alltaf plön hvað ég ætlaði að selja mikið, hvað ég ætlaði að mörga viðskiptavini og hvað þeir komu. En það var engin kostnaðarstýring eða það var ekkert plan hvað ætlaði ég verið eftir 5 ár. Vegna þess að það þurfti ekki. Ég byrjaði 2003, 2004 kom Arion banki með 80% lán, svo 90% lán, svo 100% lán og síðan kom og það var bara alltaf meira og meira og meira að gera. Og í raun og veru, það var ekkert plan. Það var bara selja. Svo kom 7. október 2008, Geir Haarde kom í sjónvarpið og sagði Guð bless Ísland og þeir skrúfuðu fyrir fasteignamarkaðinn, eiginlega bara á einni nóttu. Það er svolítið vont, vegna þess að þú getur skrúfa fyrir tekjurnar, en það er ekki búið að skrúfa fyrir kostnaðinn. Þannig að næstu ára eftir fóru svolítið það að róa lífröður og halda sér á floti og mitt plan hafi verið að vera að njóta sér í fæðingarorlofi í febrúar 2009 með litla krílið mitt.
fór miklu meir í það að bara að reyna að bjarga málunum. Þannig að, en þetta hafðist. Og ég held að reyndar í þessu tilfelli, þó ég hef verið með eitthvað masterplan, þá hefði það samt ekki gengið upp vegna þess að það gat til enginn undirbúið okkur undir hversu slæmt hrunið var. En, eins og máltæki segir, það sem drepur ekki styrkir þig og maður lærði rosalega mikið af hruninu. Þannig að ég í raun og veru lærði bara að verða miklu nákvæmari. Það sem erfitt við minn bransa, það að gera mjög nákvæmar áætlanir. Ég get í raun og veru ekki lagt upp með árið og sagt, ég ætla að selja svona margar eignir. Ég get hins vegar, ég er með erlendan þjálfara ennþá og ég fer erlendis á ráðstefnur, reyndar hafa verið Zoom á ráðstefnu núna. Ég var í San Diego daginn, ég hefði alveg verið til í að vera úti. Og við notum það sem við köllum Hour of Power. Þetta klukkutíma á dag eða 2 sem maður notar í eingöngu að vinna í viðskiptavinnum sínum. Og ég veit hvað ég þarf að hringja mörg símtöl til að fá eign og skrá. Ég veit í hvað flokka af viðskiptavinnum ég þarf að hringja í og sumir flokkar eins og fyrrverandi viðskiptavinir eru færri símtöl á meðan kaupendur sem komin í opin hús eru fleiri símtöl af því þeir hafa ekki svona tengst við mig. Þannig ég get í raun og veru, ég get gert áætlun hvað ég ætla að hringja mörg símtöl og ég get staðið við það. Og það var það til dæmis sem komur í gegnum hrunið. Og það það sem að fólk þarf að muna að koma skýrum og skúrir öllum atvinnurekstri. Þú mátt ekki sleppa þessum grunnatriðum sem skipta höfuðmáli fyrir þinn rekstur. Og það finnst eftir í hvernig rekstri þú ert, en þú þarft að vita hver eru stólparnir, hver eru grunnstóðirnar og ef þú ert fasteignasali, þá grunnstóðin að sækja eignir. Það ekkert annars að skipta máli, allt hitt eru hliðarverkefni. Þannig að ef að þér finnst bara, það geggja við, ég ætla bara í golf og svo allt í einhverjum vika eða 2 og þú hefur ekki hringt 1 símtal, þá sérðu það í rekstrinum 2-3 vikur þegar kemur ekki nýjar eignir inn. Þannig að ég passa þetta alltaf. Ég hef búin að passa þetta síðan ég byrjaði að ég gæti að þessu. Þetta eru grunnatriði sem ég klikka aldrei á. Síðan 2010 þá ákvað ég að stofna mína eigin fasteignasölu og hætti ég á Remax og stofna Húsaskjól, en hún hét ekki Húsaskjól. Ég var nefnilega aftur ekki með neitt plan. Þannig ég hugsaði bara, skiptir ekki öllum máli hvað þetta heitir, ég ætla bara að vera ein og svona litla yfirbyggingu og ég skýri þetta fasteignasalinn. Þannig að ég skýri hann fasteignasalinn og ég bara ein. Síðan seinna þá fer ég að ráða fólk og þá byrjar fólk að hringja sig, já, góðan daginn, þetta Jón hjá fasteignasalanum og allir bara, hvað fasteignasalan? Ég sá að þetta var ekki alveg að ganga og ég ræði bara auglýsingastofu til að búa til logoið, nafnið og hjálpa mér að skipuleggja meira svona hvað brand Húsaskjól Ég vissi hvaða gildi við höfum, við erum með gæði, við erum með mikla þjónustu, en við vantaði svolítið að pakka þessu inn. Þar komu þeir inn í myndina og þeir gerðu fyrir mig skoðanakönnun. Hvað þýðir fasteignasalinn við þig? Og flestir sagði fasteignasalinn, þetta nafn, þetta svona gamall kallinn í bílskúru við skrifborð og ég sagði, það ekki stimpillinn sem ég reyna að búa til. Þannig að þegar maður leggur af stað, gerið þið undirbúningsvinnuna, ekki bara stökkva út í þetta og finna út nafni seinna. Byrjið á því að skilgreina hvað þið eruð, hvers konar þjónustu þið ætlið að veita, hvers konar fyrirtæki þið ætlið að reka og hvað þið ætlið að gera, búið svo til nafnið og logoið og litina og allt þetta og síðan farið af stað. Það rosalega dýrt að rýbranda sig nefnilega. Ég veit það, þetta kostar margar milljónir ef að þú klúrar nafninu í fyrsta lagi. En það líka rosalega mikið að muna að Róm var ekki byggð á einum degi. Þannig að ég búin að reka Húsaskjól síðan 2010, nú 2021 og það svona síðustu ár sem að mér finnst Húsaskjól vera búið að staðsetja sig á markanum. Fólk þekkir merkið, það veit að stendur fyrir gæði og það veit hvað þjónustu það fær hjá okkur. Og við erum stöðugt að breyta og bæta og ég bý mikið að því að vera með erlenda þjálfara því þeir neyða þig til að prófa eitthvað nýtt og ég var fyrst heima til að gera Facebook Live, ég var fyrst til að vera með ansi mikið af eignavídeóm og þess aftar og það bara skiptir máli. En það sem skiptir líka máli, þú getur aldrei stoppað. Þú getur aldrei sest niður og sagt, ég er bara komið með þetta. Þið þarf ekki
að gera eitthvað meira. Ég bara komin í höfn vegna þess að á morgun einhver sem að koma í þinn bransa, hann tekur allt sem þú ert að gera vel og hann bætir það. Þannig að ef að þú ætlar í raun og veru, þannig að hluta þínum áætlunum þarf alltaf að vera hvernig ætla ég að bæta mig, hvernig ætla ég að halda mér á tánum. Og til að gera það þá rosalega mikilvægt að vera að fylgjast með bara hvað verið að gera erlendis vegna þess að hérna heima við erum svo lítil, það svolítið allir að gera það sama. Þannig ég leita mikið til útlanda til að sjá hvað mínir kollegar að gera og kostur þetta erlendis. Þá ert ekki í samkeppni. Þannig að það allir tilbúnir að í raun og veru hjálpa þér og staðsetja þig og hjálpa þér að ná árangri. Það samhliðast allir með þér. Þannig það í raun og veru mikill plús. Og ég lenti í raun og veru til að fara svolítið yfir með ykkur með þessi lífsmotto vegna þess að ég allavega fatta það 49 ára út hvað lífið gengur og ég að vona að ég get kannski útskýrða fyrir ykkur og þið geti sparað ykkur 20-30 ár að lífið gengur ekki bara út að vinna. Við Íslendingar erum rosalega dugleg að vinna og ég hef alltaf fengið mikið hrós fyrir hvað ég dugleg að vinna, vann öll kvöld, ég vann allar helgar, ég bara vann og vann og vann og Blackberry síminn hann var límdur við eyra á mér og ég hef ekki tölu á því hversu oft ég kom of seint í einhvern viðburð eða náði ekki alveg að fara á leiksýningunni á sínum mínum eða það var eitthvað svona, vinnan tók alltaf yfir. Síðan var það ég var á ráðstefnu erlendis og þetta er síðasti dagurinn og ég sendi skilaboð á ráðstefnuhaldarann og segi, jæja Tom, við erum farið í dag og væri gaman að hitta ykkur og hann segi, komdu frá básis og kíktu á okkur. Einn af kostnaðarnir eini Íslendingurinn, þú færð alltaf svona VIP og það einhver maður þarna sem að tala mikið og hátt og hann svona áhugaverður en ég svo sem hafði ekki hugmynd hvað hann var og hann svolítið að tala hver hann hafi verið og segja svona sína sögu og síðan fer hann bara fram í sal og fyrirlesturinn byrjar og hann talar svolítið hvernig hans byrjun var, svo lítur hann á okkur eða svona inn í hvert okkar og segir ef ég læsi ævisöguna þína myndi hún hafa áhrif á mig. Og ég var bara svona, ævisagan mín drasl. Og ég sagði, hvað stendur á lestinu mín? Það mun standa, mamma var frábær kettling, ég þekkti hann ekki droslega vel, en hún var rosalega dugleg að vinna og að hringja. Og þarna sat ég út í sal og ég var ekki góð stað í lífinu, bara að segja ykkur það. Ég var alltof þung, ég var tæp 100 kíló, ég var í engu sambandi við sjálfa mig, ég var rosalega reið og pirruð. Af því að þegar þú ert óvart orðin 100 kíló og þú ert ekki sáttur við það, þetta var ekki markmiðið hjá þér að verða þungur og orkulaus og ekkert úthald, hreyfðir ekki og það var einhvern veginn bara, þú varst ekki sátt í lífinu, þá einhvern veginn, þetta bara einhvern veginn fór inn í mig og það kom bara svona stór búbla yfir hausinn á mér, svo teiknimynd og ég sá mig 10 ár fram með tímann og ég hugsaði bara, hver verði ég eftir 10 ár? Eftir 10 ár ef ég 95 kíló á dag, ég verður klukkan 120-130 kíló og ég sit í útskrifti á dóttur minni, hún að útskrifa sem stúdent og ég sit í svona ljósgráum joggingala með hárið út allt, ómáluð og ég bara einhvern veginn svona þreytt og sál og líkama. Og ég sagði bara, þetta ekki sagan sem ég vil skrifa. Ég vil ekki vera þessi kona og ég bara tók ákvörðun, ég ætla bara að hætta. Ég ætla að búa til nýja sögu, ég ætla bara að rísa ból, ég ætla bara að verða heilbrigð og hamingjusöm. Mér fannst það bara gott markmið. Og það var eins og á þessum moment sem ég áttaði mig á því að þú getur ekki unnið þér til húðar. Þannig að ef að þið ætlið að fara að stofna fyrirtæki, byrja á því að gera lífsplanið. Byrja á því að skrifa niður hvernig líf vil ég eiga. Vil ég kannski vinna svo skepna í 5 ár með að byggja fyrirtækið, það allt í lagi. Það góðu lagi. En við erum meðvituð það, þið ætlaði að vinna svo skepna í 5 ár. Ekki allt í henni fatta 20 ára seinna að þú ert ennþá að vinna svo skepna. Vil ég eiga maka og börn? Hvernig passa þau inn í lífsplanið ykkar? Áttu áhugamál? Ertu að stunda hreyfingu? Ertu að gera eitthvað annað en að vinna? Og þú þarf líka að vita, hvernig ætlarðu að plana lífið? Hver viltu vera? Hver viltu vera eftir 10 ár, 15 ár, 20 ár?
hvað manneskja ætli vera, því ég lofa eitthvað því að þið erum eldast en 10 ár bara á kortir. Lífið bara gerist svona, það er bara engin leið út úr þessu. Ég þurfti að gera rosalega miklar breytingar. Ég þurfti að minnka við minni, þannig ég tók ákvörðun, ég er hætt að vinna kvöldin helgar. Og það skrýtna, ég hafði rosalega ágjörð því að þetta myndi skaða fyrirtækið mitt og mín viðskipti gífurlega mikið. Það skrýtna gerðist að það fannst öllum þetta frábært. Það svo allir bara, vá hvað þetta er frábært. Ég væri alveg til í að fara að skoða þetta. Ég þyrfti að fara að minnka við vinnu. Þannig að það bara gerst ekki neitt nema ég fekk í raun bara meiri viðurkenningu eitthvað. Síðan þurfti ég að fara að skipta um mataræði, ég þurfti að skipta um hreyfingu, skipta um hreyfingu, ég þurfti að fara að hreyfa mig. Og ég tók þetta bara allt svona smátt. Í maí 2018 byrjaði ég að hlaupa og ég hljópa milli ljósastöðra því ég gat ekki meira. Hafði ekki úthaldið meira. Ári seinna þá hljóp ég 32 km í Jökulsárhlaupinu. Þannig að ég var svo hissa hvað maður getur bætt sér mikið. Og það skiptir ekki máli hvort það í fyrirtækjarekstri eða lífinu, litli hluti sem þú gerir yfir langan tíma verða að stórkostlegum, stórum hlutum. Og þú nærð þínum markmiðum alveg ef þú bara fókusar númer 1, 2 og 3. Þannig að stutta á útgáfan, rúmum 3 árum eftir að ég tók ákvörðun að breyta líf, þá hefur fyrirtækið mitt blómstrað. Það í raun og veru, því gengur miklu betur af því að framkvæmdastjórinn í góðu jafnvægi. Ég tók að mér 30 kíló, ég æfi 2 á dag og ég í brjálæðislega góðu sambandi við börnin mín og kærasta. Ég ákvað þegar ég var búin að vera að hreyfa mig svona cirka ár, ég hljóp 10 km Reykjavíkurmaraþon sem er stórkostlegt afrek, að mér vantaði eitthvað fleira, eitthvað meira til að vera mér og ég ákvað skrá mig í landvættin. Það er mjög krefjandi prógram, það er sem sagt 50 km skíðaganga, 60 km utanvegahjól, það er 32,5 km hlaup og það er 2,5 km minni með vatnasund. Og það var einhver sem fannst það góð hugmynd eiginlega, nema vinum mínum sem voru í góðu formi, þeim fannst það frábær hugmynd. Aðrir voru útskýrð fyrir mér að þetta væri vond hugmynd og ég ætti að sleppa þessu. Þannig að ég skráði mig og það var bara smáatriði sem ég þurfti að læra. Ég kunni ekki á gönguskíð, ég hafði ekki hjólað út í 20-30 ár, ég gat ekki hlaupið meira en 10 km og ég kunni ekki skrifsund. En að öðru leyti, þá var ekkert vandamál. Ég fór og lærði þessa hluti, en það voru rosalega margir sem sögðu mig, Ásdís, þetta var alveg svo ég byrjaði að vinna sem fasteignasali, Ásdís, þetta er ekki góð hugmynd. Þú ættir að hugsa þig 2 sinnum, þú átt bara 1 líkama og þú verður að passa þig, ekki ofgera þig. Þannig að ég ætla að deila með ykkur uppáhaldsdæmisögunum minni sem að ég nota rosalega mikið þegar fólk útskýrir fyrir mér hvað ég get ekki gert og af hverju ég ekki gera. Það var þess að það var hópur af froskum sem bjuggum í skógi í litlu þorpi. Í miðju þorpinu var súla og froskarnir var alltaf svona að reyna sig og hver getur klifrað upp súluna. Leið og einhver reyndi að klifra upp súluna og söfnust allir froskarnir saman fyrir neðan og sögðu, þú getur aldrei klifrað upp þessu súlu. Það hefur enginn klifrað upp þessu súlu. Allir sem hafa reynt, þeim hefur mistekist, hafa allir dottið niður. Það hefur enginn komist upp á topp. Svona héldu froskarnir áfram að jarma þetta, eða kyrja, þangað til einn af öðrum duttu niður og þessu, sjáðu, ég var búin að segja það hefur enginn náð þessum árangri, það hefur enginn getað þetta. Þangað til einn daginn kom lítill og ræðislegur froskur, hann byrjar að klifra og allir byrja að útskýra fyrir hann getið þetta ekki. Og þeir verða hávarari vegna þess að hann fer hærra og hærra þeir vilja hann tryggja að þeir heyri í honum, hann heyri þeim. En allt í einu er hann kominn upp á topp og það er allir bara, veitu, þessi litli ræðislegi froskur, hvernig gat hann farið upp þegar enginn annar hefur getað þetta? Þegar hann kemur niður, þá hópast þeir allir í kringum hann og bara einn af öðrum og svona onni hvern annan, bara hvað gerst, hvernig gast það, og bara froskurinn segir ekki neitt. Þangað til einhver fattar að froskurinn var heyrnarlaus. Þannig að hann heyrði ekki úrtölu annarra. Og það er eiginlega það sem að mig langar að útskýra fyrir ykkur, ekki láta úrtölur annarra hafa áhrif á ykkar markmið, þetta er ykkar líf. Og það skiptir einhver máli hversu háleitt markmið ykkar eru eða hversu langan tíma það tekur að ná þeim. Það skiptir einhver máli. Þetta er ykkar markmið og það er góðu lagi að mistakast
vegna þess að á mínum 18 ára ferli hef ég gert svo mikið mistökum að það hálfa ári ná. En ég læri af þeim og ég þroskast af þeim og ég er ekki endilega að endurtaka þau og sum hafa verið bara frekar óþægileg og vond. En það styrkir þig og þú verður betri fyrir vikið. Og þannig að setja ykkur háleit markmið, láta ykkur dreyma en munið bara að hafa lífsplani í lagi. Ekki gleyma ykkur að það er lífið sem þið eiga að vera að lifa. Ekki bara að vinna, heldur það þarf að hafa jafnvægi. Vegna þess að ef þið hafi ekki jafnvægi, þá er ekkert gaman þegar upp í staðið. Og það sem að við gerðum hjá Húsaskjól þegar COVID kom, þá verður viðurkennslafórstjórinn, ég var svolítið brennd eftir hrunið, þannig ég fór bara strax og skar niður allan kostnað sem ég gat. Ég lokaði stóru skrifstofuna okkar, ég flutti fyrirtækið í bara litla skrifstofu og við fórum öll að vinna heima og síðan kom það sér vel að ég er búin að vera að gera öll þessi vídeo í gegnum tíðina þannig að við fórum að geta boðið upp á rafrænar sýningar þegar enginn mátti fara, þegar var bara það mátti enginn koma í opin hús heila og ég bauð upp á rafrænar sýningar, við vorum með rafrænar upplýsingabæklinga, við vorum líklega fyrsta fasteignasalan sem að bauð upp á rafrænar undirritanir, þannig að fólk þurfti ekki að koma á staðinn og við erum að þróa nýtt kerfi hjá okkur sem heitir Mínar síður. Þar geta kaupendur skráð sig inn, seljendur fá ekki upplýsingar eignirnar sínar og núna er verið að setja í lofti nýjung þar sem fólk getur bókað sig í opin hús sjálft og sótt bæklinga sjálft. Þannig að það eru tækifæri í öllum þrengingum, maður þarf bara að sjá þau. Þannig að í raun og veru, það sem að við gátum gert með COVID og það er annmarka, við gátum styrkt fyrirtækið, við gátum gert okkur sýnilegri, við gátum gert okkur sterkari og við gátum gert gott fyrirtæki miklu betra. Þannig að þegar ég horfi tilbaka, þá er ég, eins og ég sagði í byrjun, ég er 52 ára og lífið er í fullkomnu jafnvægi. Píramídinn minn, hann er hvergi skakkur, hann er algjörlega fullkominn og þetta er rosaleg forréttindi að vakna á morgnana og vita þú ert í andlegu, líkamlegu og fjárhagslegu jafnvægi. Það eru forréttindi sem að ég óska allra og þetta er líka ákvörðun að taka hvernig líf þú vilt hafa. Þannig að það er bara, ég ætla bara að loka þessu með því að biðja ykkur áður en þið fara að gera viðskiptaáætlanir, gerið þið lífsáætlanir. Og þær mega vera eins nákvæmar eða lauslegar og þið viljið, en hannið hvernig líf þið viljið hafa. Vegna þess að ef þið veit ekki hvað þið viljið gera, þá einhvern veginn bara allt í einu vakniði 10-15 árum seinna og þið skiljið ekki á hvað stað þið eru komin. Þannig að ég bara vona að þið hafi haft gaman að og bara njótið þess að vera til og þess sem að lífið býður upp á.